við byrjum. Góða kvöldi, kæru skagamenn, gleðilegt nýtt ár og verið hjartalega velkomin í þessa útsetningu frá kjöri Íþróttamanns Akranes fyrir árið 2021. Allt enn með breyttu sniði hjá okkur en við aðlögum okkur eins og við getum og við höfum sýnt að við getum gert síðustu 2 ár. Við höldum okkur því við útsendingu hérna frá Garðavöllum eins og við gerðum í fyrra. Í ár geta fleiri gestir verið með okkur hér á staðnum og við pössum vel upp á sóttvarnir ásamt því að allir gestir hér hafa tekið hraðpróf. Nú, þó svo að árið 2021 hafi verið án margra stóra viðburða á sviði íþrótta, þá afrekuðu nú samt 7 aldafélög IA að landa meistaratillum, ýmis Íslands, Norðurlanda eða Evróputillum. Það sem að styrktarkerfi á milli IA og Akraneskaupstaðar í þann mund að taka breytingum, þá hefur stjórn IA ákveðið að afhenda á þessum tímamótum meistarastyrki til þessara 7 aldafélaga sem náðu þessum flotta árangri í krefjandi aðstæðum árið 2021. Mér langar að lesa upp þessa íþróttamenn sem hafa orðið meistarar á árinu, bæði í unglinga og fullorðinsflokki. Badmintonfélagið eignaðist 2 Íslandsmeistara á árinu í meistaraflokki. Það er Drífa Harðardóttir í tvendaleik og tvíliðaleik, Máni Berg Ellertsson í tvendaleik í B-flokki og í unglingaflokki eru 3 einstaklingar Íslandsmeistarar. Arnar Freyr Fannarsson, Íslandsmeistari í tvíliðaleik U13, María Rún Ellersdóttir, Íslandsmeistari í einliðaleik, tvíliðaleik og tvendarleik í U17 og Máni Berg Ellertsson 3-faldur Íslandsmeistari í tvíliðaleik U17. Hestamannafélagið Dreyri eignaðist 1 Íslandsmeistara, Jakob Svavar Sigurðsson, Íslandsmeistari í slagtaumatölti. Nú karatefélagið eignaðist 1 Norðurlandameistara í flokki fullorðina, Kristrún Bára Guðjónsdóttir í hópi kata fullorðina. Og í barnaflokki eru 2 einstaklingar Íslandsmeistarar, þeir Daniel Anton Davíðsson í flokki pilta 8 ára yngri og Davíð Liljar Geirsson í flokki 10 ára pilta. Klifurfélagið okkar eignast 1 Íslandsmeistara í flokki 12-13 ára af Þór Katla Þyri Sturludóttir, Íslandsmeistari í grjótglímu í C-flokki. Kraftliftingafélagið eignast 1 Evrópumeistara sem er einnig Íslandsmeistari. Kristín Þórhallsdóttir, hún var Íslandsmeistari í -84 kg flokki í klassískum kraftliftingum, Íslandsmeistari í klassískum kraftliftingum óháð þyngdarflokki og Evrópumeistari í -84 kg flokki. Skotfélagið eignaðist Íslandsmeistara, það var Stefán Gísli Örlygsson í leirdúfu skotfimi. Sundfélagið eignaðist Íslandsmeistara, Enrique Snær Lorenz Sigurðsson í 400 metra fjórsundi í 25 metra laug. Þetta er sannarlega glæsilegur hópur með flottan árangur á liðnu ári og við viljum gefa þeim öllum gott klapp. Og fyrir hönd IA vil ég þakka Akraneskaupstað sérstaklega fyrir stuðninginn sem gerir okkur kleift að veita þessa sérstöku meistarastyrki í ár. Forsvarsmenn þessara félaga fá til sín staðfestingu þessa styrki á næstu dögum frá IA. Og nú ætla ég að bjóða Báru Dagadóttur, formann skóla- og frístundaráðs. Hún ætlar að koma hérna og flytja ávarp. Bára, gjör svo vel. Góða kvöldið og gleðilegt nýtt ár. Fyrir hönd Akraneskaupstaðar býð ég ykkur velkomin á þennan árlega viðburð þar sem lýst er yfir kjöri á íþróttamanni Akranes. Líkt árið 2020 var árið 2021 óvenjulegt að öllu leyti og langar mig að nota þetta tækifæri hér og færa aðstandendum íþróttafélaga, þjálfurum, iðkendum, foreldrum, starfsfólki íþróttahúsanna og öllum þeim sem hafa komið að því að láta íþróttastarf ganga upp kærar þakkir fyrir. Jákvæðni, útsjónarsemi og eldmóður hafa verið mjög áberandi í starfi íþróttafélagana og magnað að sjá hvernig félögin hafa haldið starfi gangandi þrátt fyrir mótbyr vegna veirunar. Það er okkur öllum ljóst hversu mikilvægt íþróttastarf er í lífi þeirra sem taka þar þátt og fyrir samfélagi allt. Við erum ávallt minnug þess. Á liðinu ári hefur ýmislegt gerst sem snýrað umgjörð íþróttana hér á Akranesi. Samningar náðust varðandi fyrirkomulag styrkja milli Akraneskaupstaðar og Íþróttabandalagsins. Nýja 5-leikahúsið hefur gjörbreytt allri aðstöðu fyrir iðkendur og þjálfara 5. Verulega endurbætti búningsklefar við sundlaugina í Jaðarsbökkum hafa verið teknir í notkun ásamt endurbótum á íþróttahúsinu við Vesturgötu
Auk þessum þekjan, sem meðal annars rými fyrir félagsstarf íþróttafélagana, hefur verið tekin í notkun, endurnýjuð algjörlega frá grunni. Þeim stóra áfanga nú náð að hafin uppbygging á nýju og stórglæsulegu íþróttahúsi við Jaðarsbakka sem mun vera enn frekari lyftistöng fyrir okkar frábæra íþróttafólk og íþróttastarf. Ég hvet ykkur öll til dáða á komandi íþróttaári og endurtek þakkir til íþróttafélagana fyrir þeirra mikilvæga framlag, ekki síst nú þegar á móti blæs. Takk. Takk fyrir þetta, Bára. Þá nú bara komið að hápunkti kvöldsins að kjöri íþróttamanns Akraness árið 2021. En í ár ákveðin tímamót í kjöri íþróttamanns Akraness, en nú verður nýr verðlaunagripur tekin í notkun og afhentur í fyrsta skipti og svo gamli lagður til hliðar. Sá gamli, Friðþjófsbikarinn, var afhentur í alls 30 skipti árunum 1991 til 2021. Við þessi tímamót var ákveðið að taka í notkun nýjan bikar og hann fengi nafnið Helga Dan-bikarinn og vert að minnast Helga Daníelssonar sem öðrum fremur kom að því að íþróttamaður Akraness skildi valinn og gerði það í minningu bróður síns Friðþjófs sem hann lést ungur að slysförum. Það var árið 1965 sem valið fór fyrst fram en frá árinu 1977 hefur valið verið árviss viðburður. Helgi Bjering Daníelsson var fæddur á Akranessi 16. apríl 1933. Hann læriði ungur prentinn, var síðan að stórum hluta ævi sinnar lögreglumaður, lögregluvarðstjóri og yfir lögregluþjónn. Utan vinnutímans kom Helgi víða við og skilaði einstöku ævistarfi á lífsgöngu sinni, sem var umvafin mannúð, velvilja og hlýju. Hann var framúrskarandi á ýmsum sviðum og átti sér margar hliðar. Hann var besti markmaðurinn árabil og átti til að syngja eða flauta lagstúf fyrir sóknarmenn andstæðingana. Hann var félagsmálamaður með óþrjótandi hugmyndir og áræðni. Hann var lífskunster sem fangaði augnablik með myndavélinni og átti drjúgan þátt í að skrá samtímasögu Akurnesinga með ljósmyndum sínum og þannig að kynslóðir gætu hort inn glugga liðinnar tíðar. Hann var líka óþreytandi í að skrifa íþróttastarf á Akranesi, bæði í staðarblöð og dagblöð, bæði íþróttir og þjóðmál. Eftir hann liggur mikið efni, bæði rituðu máli og ljósmyndum. Hann var líka mikill húmoristi, sagði skemmtilega frá og naut þess að spjalla og ræða málin í góðum hópi. Helgi starfaði mikið að íþróttamálum á Akranesi, hann var formaður knattspyrnufélags Kára árabil, sat í stjórn IA og síðan í stjórn Knattspyrnusambands Íslands og var tíma varaformaður þess. Helga var sýndur sómi á ýmsum vettvangi og meðal annars fékk hann margar viðurkenningar fyrir störf sína í íþróttamálum. Við heiðrum því í dagminningu Helga Dan og afhendum Helga Dan bikarinn í fyrsta sinn hér á eftir. En bikarinn gefinn af syni Helga, Steini Helgasyni, konu hans, Elínu Klöru og börnum þeirra, Steindóru, Íris, Helga Dan, Helenu og Marilu. Nú 13 íþróttamenn eru tilnefndir af aðildarfélögum IA sem náði inn í kjörið. Ein tilnefning náðist því miður ekki á tilsettum tíma til þess að taka þátt í kjörinu en sá aðili hér enga síður í kvöld og hlýtur sína viðurkenningu. Ekki hefur verið gerð breyting á þeim hópi sem greiða atkvæði í þessu kjöri og það hver hlýtur titilinn íþróttamaður Akraness 2021. Atkvæðin eru koma frá aðilum innan Akraness kaupstaðar, frá stjórn IA, frá Skessuhorni og svo eru atkvæði í höndum íbúa Akranessi í gegnum netkosningu. Hrönn Ríkharðsdóttir, varaformaður IA, mun nú kynna fyrir okkur þá sem tilnefndir eru til kjörsins. Og viðurkenningar í ár koma frá Artria og eru framleiddar hér á Akranessi. Við viljum þakka þeim hjá Artria sérstaklega fyrir og hann Ármann fær sérstakar þakkir fyrir frábært samstarf. Hrönn, viltu koma og byrja þetta fjör? Já, gott kvöld. Ég mun nú lesa í stafrófsröð nöfn þeirra sem tilnefnd eru til kjörs íþróttamanns Akraness fyrir árið 2021 og ég vil biðja þau eða fulltrúa þeirra sem ekki gátu verið með okkur að koma hingað upp og taka við viðurkenningu úr hendi formanns IA. Kylfingur ársins Björn Viktor Viktorsson. Björn Viktor var 3 í öðru sæti á unglingamótaröðinni. Hann var valinn í piltalandslið Íslands fyrir Evrópumót liða sem haldið var í Eistlandi og var það hans fyrsta landsliðsverkefni. Hann endaði svo í öðru sæti heildarstigalista sumarsins en það 2 sætum ofar en 2020.
Björn Viktor mætir á allar æfingar með það markmið að bæta sig og hann mikil fyrirmynd fyrir okkar yngri kylfinga. Björn Viktor því vel að því kominn að vera kylfingur ársins hjá golfklúbbnum Leyni. Knattspyrnukona ársins hjá knattspyrnufélagi IA Dana Joy Sheriff. Dana var lykilmaður í meistaraflokki kvenna á árinu. Hún lék 18 leiki í lengjudeildinni og skoraði í þeim 4 mörk. Einnig lék hún 1 leik í mjólkurbikarkeppninni. Dana var lykilleikmaður í ungu liði Skagamanna og hennar styrkur hafði mikið að segja baráttu liðsins við að reyna að halda sæti sínu í deildinni. Eggert Herbertsson, formaður knattspyrnufélags IA, tekur við viðurkenningu Dana hér í kvöld en hún gat ekki verið með okkur. Það reyndar Heimir Fannar Gunnlaugsson sem tekur við viðurkenningunni fyrir hönd stúlkunnar. Það var komið að badmintonmanni eða konu reyndar ársins en það Drífa Harðardóttir. Drífa ein af bestu tvíliða og tvendarleikspilurum á Íslandi. Hún Íslandsmeistari í tvendarleik í meistaraflokki, Íslandsmeistari í tvíliðarleik í meistaraflokki. Hún heimsmeistari í flokki 40-44 ára í tvendarleik og hún líka heimsmeistari í flokki 40-44 ára í tvíliðarleik. Drífa okkar fremsta badmintonkona. Hún hefur alla tíð spilað fyrir IA á Íslandi en hún býr og æfir í Danmörku. Drífa leggur áherslu á tvílið og tvendarleik og spilar þær greinar með liði sínu í deildarkeppni í Danmörku. Hún hefur orðið Íslandsmeistari 12 sinnum, 5 sinnum í tvíliðarleik og 7 sinnum í tvendarleik. Drífa eina konan sem hefur orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki fyrir IA. Hún einnig sá badmintonspilari frá Íslandi sem oftast hefur orðið heimsmeistari eldri kylfinga eða 3 sinnum. Drífa kemur reglulega til Íslands og alltaf mætur hún þá á æfingar hjá IA. Hún hvetur krakkana áfram og leiðbeinir þeim. Hún góð fyrirmynd fyrir badmintonkrakka bæði innan vallar og utan. Fyrir hönd Drífu tekur Brynja Pétursdóttir við viðurkenningunni. Sundmaður ársins Enrique Snær Jórens Sigurðsson. Enrique Snær Íslandsmeistari í 400 metra fjórsundi. Enrique æfir 11 sinnum í viku og hefur sýnt miklar framfarir á árinu. Þar sem hann orðinn einn fremsti fjórsundsmaður á Íslandi. Hann náði 7. besta tíma í 400 metra fjórsundi á Íslandi frá upphafi. Enrique vann til fjölda verðlaun á Íslandsmeistaramótum á árinu og var mjög nálægt því að vinna fleiri Íslandsmeistaratitla. Hann bætti 8 Akranesmet á árinu. Hann bætti Akranesmetin í 400 metra fjórsundi 11 sekúndur og í 400 metra skriðsundi 7 sekúndur. Hann æfir mjög vel og það verður spennandi að fylgjast með Enrique næstu árin. Keilari ársins hjá Keilufélagi Akranes Ísak Birkir Sævarsson. Ísak fyrirliði IAC og lið hans langefst í sinni deild, 3. deild karla, þar sem liðið heilum 20 stigum hærra en næsta lið fyrir neðan. Ísak á hæsta meðaltalið 193, hæsta leikinn 268 og hæstu seríuna 655 í 3. deild karla. Ísak hefur tekið á liðnu ári miklum framförum en hann stundaði nám á afreksbraut í Keilu sem á góðan þátt í bættum árangri því hann stundar sínar æfingar af mikilli samviskusemi. Mánaðar meðaltal hans hefur hækkað úr 144 stigum upp í 193 á einu ári í hinum ýmsu keppnum. Ísak góður félagi og sýnir mikið langlundargeð sem til fyrirmyndar.
Knattspyrnumaður ársins hjá knattspyrnufélagi IA er Ísak Snær Þorvaldsson. Ísak Snær var einn besti leikmaður Skagamanna í Pepsi Max-deildinni í ár. Hann lék 20 leiki í Pepsi Max-deildinni og skoraði í þeim 3 mörk. Hann lék einnig 5 leiki í Mjólkurbikarkeppninni og skoraði í þeim 1 mark. Ísak Snær er mikill keppnismaður sem smitar út frá sér til annara leikmanna. Hann er frábær liðsmaður og góð fyrirmynd utan vallar sem innan. Hestamaður ársins er Jakob Svavar Sigurðsson. Jakob varði í öðru sæti í samanlagðri stigakeppni í meistaradeildinni í hestaíþróttum síðastliðinu vetur, en þar er keppt í 8 keppnisgreinum og aðeins bestu knapar landsins fá að taka þátt. Hann var Íslandsmeistari í slagtaumatölti á hestinum Kopar frá Fákshólum og líka Íslandsmeistari í samanlögðum 4-gangsgreinum sem eru tölt, stökk, brokk, fet og svo slagtaumatölt á hestinum Hálfmána frá Steinsholti. Þeir stóðu líka efstir á afar sterku toltmóti á fjórðungsmóti Vesturland sem haldið var í Borgarnesi í sumar. Jakob Svavar var valinn íþróttaknapi Landssambands hestamanna á uppskeruhátíð samtakanna í haust. Jakob Svavar Sigurðsson er í landsliðinu í hestaíþróttum og átti hann meðal annars að keppa á heimsmeistaramóti íslenska hestsins sem átti að fara fram í Herning í Danmörku í ágúst síðastliðnum. En mótið var ekki haldið vegna COVID. Jakob Svavar átti ekki heimangengt og það er fulltrúi frá Dreyra sem tekur við viðurkenningunni hans. Kraftlyftingakona ársins er Kristín Þórhallsdóttir. Kristín sýndi og sannaði á árinu að hún er besta kraftlyftingakona Íslands frá upphafi og fylgdi ótrúlegum árangri sem hún náði í fyrra vel eftir. Hún setti fjöldan af Íslandsmetum og einnig 2 Evrópumet. Kristín situr í öðru sæti heimslistans og er efst á styrkleikalista Evrópu í sínum þyngdarflokki. Hún er frábær fyrirmynd sem leggur sitt af mörkum fyrir félagið og æfingafélagana og slær hvergi slöku við þegar hvetja þarf aðra áfram eða vinna að innviðum félagsins. Kristín er að bæta sig á hverju móti og þó hún hafi bara verið að keppa í 2 ár er hún strax orðin mjög öflugur keppandi á heimsvísu sem eftir er tekið hvar sem hún kemur. Kristín var valin kraftlyftingakona ársins 2021 hjá Kraftlyftingasambandi Íslands nú fyrir stuttu. Hún trónir á toppnum, óháð aldri og kyni. Eða þyngd. Karatemaður ársins er Kristrún Bára Guðjónsdóttir. Kristrún Bára keppti á RIG 2021 sem eru Reykjavík International Games í Kata. Þar náði hún 5. sæti í Female Seniors og 3. sæti í Female Juniors. Ætli það flokkist ekki undir að vera eldri og yngri flokkur. Hún varði 3. sæti í Grand Prix mótaröðinni í flokki fullorðinna og á Íslandsmótinu í Kata varð hún í 5. sæti í flokki fullorðinna í Kata kvenna. Kristrún Bára keppti núna í nóvember fyrir landslið Íslands í karate. Á Norðurlandamóti í Noregi í Stavanger varð hún Norðurlandameistari í hóp Kata í flokki fullorðinna. Kristrún hefur verið í unglingalandsliði og landsliði Íslands. Þar hefur hún keppt á nokkrum mótum erlendis. Kristrún Bára hefur verið aðstoðarþjálfari hjá Karatefélagi Akranes í 3 ár og þjálfar þar með yfirþjálfara félagsins. Hún er að standa sig mjög vel og er góð fyrirmynd fyrir iðkendur félagsins. Knattspyrnumaður ársins hjá Kára er Marino Hilmar Ásgeirsson.
Marino Hilmar lék á árinu 18 leiki með Kára og skoraði í þeim 8 mörk. Hann var valinn leikmaður annarar umferðar í annarri deild þegar hann skoraði glæsilega þrennu gegn KVF. Marino Hilmar hefur leikið með Kára síðustu 8 ár og verið einn af lykilmönnum félagsins, en hann náði þeim frábæra árangri í sumar að verða leikjahæsti leikmaður Kára frá upphafi með 120 leiki. Marino Hilmar er leikinn og fljótur leikmaður með stórt Kára-hjarta. Fimmleikakona ársins er Salka Brynjarsdóttir. Salka æfir hóp fimmleika með meistaraflokki FIMA. Fimmleikafélags IA heitir það nú reyndar núna. Hún hefur verið lykilmaður í liði meistaraflokk síðustu ár. Salka er þeim góðu kostum gætt að í kringum hana ríkir alltaf mikil gleði og jákvæðni sem eru mikilvægir kostir að hafa í hópíþróttum. Salka á stóran þátt í að skapa þá góðu liðsheild og samstöðu sem ríkir í meistaraflokki. Hún er vinnusöm og hvetjandi. Salka setur sér háleit markmið sem hún leggur hart að sér við að ná. Salka ber af í gólfæfingum og eykur ört við erfiðleika í æfingum á trampolínu og dínu. Við eigum eftir að sjá þessa frábæru fimmleikakonu halda áfram að vaxa í íþróttinni á næstu árum. Skotmaður ársins er Stefán Gísli Örlygsson. Stefán Gísli æfir með skotfélagi Akranes og er í landsliði Íslands í leirdúfu skotfimi. Stefán var í toppbaráttu á öllum skotmótum á Íslandi síðastliðið sumar og varð Íslandsmeistari í greininni. Stefán keppti á 2 mótum erlendis á árinu, heimsbikarmóti á Ítalíu og Evrópumeistaramóti í Króatíu. Stefán er mikill keppnismaður, góður liðsmaður og viljugur að miðla af sinni þekkingu. Stefán varð Íslandsmeistari í ár í leirdúfu skotfimi og er í landsliði Íslands. Körfuknattleiksmaður ársins er Þórður Freyr Jónsson. Þórður Freyr sem er fæddur árið 2005 er mjög efnilegur leikmaður sem lét töluvert að sér kveða í meistaraflokki IA á síðustu leiktíð þar sem liðið hafnaði í öðru sæti annarar deildar. Hann var einn af burðarásum 10. flokks IA sem komst í undanúrslit Íslandsmótsins á síðustu leiktíð. Þórður Freyr var valinn í landsliðið Íslands í U16 sem vann til bronsverðlauna á Norðurlandamótinu sem haldið var í Finnlandi síðastliðið sumar. Hann spila núna stórt hlutverk í meistaraflokksliði IA í fyrstu deild og var nýlega valinn í æfingahóp fyrir U18 landslið Íslands. Þórður Freyr er metnaðarfullu leikmaður sem leggur mikið á sig til að ná lengra. Hann er vel að því kominn að vera körfuknattleiksmaður ársins 2021 hjá IA. Klifrari ársins er Þórkatla Þyrí Sturludóttir. Þórkatla Þyrí átti gott móta ár 2021 þótt ung sé og sigraði með yfirburðum í C-flokki 12-13 ára á Íslandsmeistararöðinni í grjótglímu með 3 gull og 1 silfur. Á Íslandsmótinu í línuklifri landaði hún góðu silfri og það sama má segja bikarmeistaramót Íslands í grjótglímu. Þórkatla Þyrí er samviskusöm og dugleg, leggur metnað í allar æfingar og það verður gaman að fylgjast með henni klifra í framtíðinni. Íþróttamaður Akranes fær nú Helga Dan bikarinn afhentan í fyrsta skipti.
Stóri bikarinn verður til varðveislu hjá IA sem farandbikar en einnig afhentur eignabikar fyrir íþróttamann Akranes til varðveislu. Gjörðu svo vel, Marela. Takk fyrir þetta, Hrönn. Þá býðum við ekki eftir neinu og ég ætla að byrja á að tilkynna þann einstakling sem var í 3. sæti í kjöri íþróttamanns Akranes fyrir árið 2021 og það Drífa Harðardóttir. Og í öðru sæti í kjöri íþróttamanns Akranes árið 2021 Enrique Snær Lorenz. Og þá komið að því. Íþróttamaður Akranes árið 2021 ef að fá trömmuslátt. Kristín Þórhallsdóttir. Kristín Þórhallsdóttir. Innilega til hamingju þetta, Kristín. Hún mjög vel að þessu komin. Og nú í lok dagskrár þá verður viðtal við sigurvegarann hjá IA TV og í kjölfari munum við svo frumsýna nýtt myndband sem var gert fyrir IA og sýnir það í fjölbreytt íþróttalíf sem IA og Akranes hefur upp á að bjóða. Kristinn Gauti Gunnarsson var fenginn í þetta verkefni sem hefur verið erfitt að framkvæma á tímum sóttvarna þar sem hafa verið komið. En við viljum nota tækifærið og þakka Akranes kaupstað fyrir þann fjárstuðning sem okkur var veittur í þetta verkefni. En án hans hefðu við ekki geta gert þetta og ég vona að þið njóti vel. Og leið og við hjá IA þökkum fyrir í kvöld, þá vil ég biðja áhorfendur að klappa vel fyrir þessu frábæra íþróttafólki heim í stofu og þið heim í stofu ásamt því að klappa vel fyrir þeim sem standa bak við þessa útsendingu sem IA TV og við færum þá kæra þakki fyrir og takk fyrir í kvöld.
Sæl Kristín og bara innilega til hamingju. Takk fyrir. Þú ert ofboðslega vel að þessu komin ef ég segja eins og er. Takk fyrir. Ég verði eiginlega bara að byrja á að spyrja. Þú ert ekki rosalega lengi í kraftlyftingum. Nei. Þú byrjaði hvað, 2018? 2019. Já. Hverju átt að þakka þennan stuttum tíma? Á svona stuttum tíma? Já, það eru margir sem vilja vita leyndamálið. Nei. Sko, fyrst og fremst, þá náttúrulega eins og hefur komið í mörgum viðtölum, þá bý ég að miklum íþróttalegum bakgrunni síðan ég var barn og unglingur. Og náttúrulega bara búin að, kann náttúrulega svona hvernig góð ástundun kemur manni lengra og einhverju leiti upp að vissu marki, þá skapa maður sína eigin velgengni með bara ástundun og íþróttinni og vera skynsamur og hugsa næringu og svefn og endurheimt og allt svoleiðis. En þó ég sé íþróttamanneskja í einstaklingsgrein að þá rosalegur, hópur af fólki á bakvið mig líka. Eins og Kraftlyftingasamband Íslands, Kraftlyftingafélagið hér á Akranesi, þjálfarar, æfingafélagar, fjölskylda, sjúkraþjálfarar og fleiri sko. Þannig að með hjálp þeirra hefur, velgengni mín, sem rutt sér braut hraðar sko, myndi ég segja. Þannig að þau líka bestu þakkir fyrir minn árangur, myndi ég segja. Það gerir þetta enginn einn? Nei, alls ekki. Svona fyrir utan þetta viðtal kannski, en hvað búið að standa upp úr árinu? Þetta alltaf hápunkturinn að tala um mig. Já, hápunkturinn, sko, það eru bæði HM og EM. Það svona mismunandi hápunktar á þeim mótum. HM var mitt fyrsta svona alþjóðlega mót sem var í byrjun október á síðast ári. Og aðdragandinn var búinn að vera langur. Ég var búinn að eiga lágmarkið síðan í janúar 2020. Það var búið að vera svona löng tilhlökkun fyrir að komast á þetta mót. Þessi mót féllu niður árið 2020. Þannig að það var ekkert úr því. Þannig að það var svona hápunkturinn og svona ég skólaðist heilmikið til á þessu fyrsta stórmóti eða alþjóðlega móti og landaði þar bronsi í bæði hnébeygju og samanlögðum árangri í mínum þyngdarflokki. En síðan náttúrulega var toppurinn kannski eftir það var núna í byrjun desember þegar ég náði Evrópumeistaratitillinum í mínum flokki og með sigri í öllum 3 greinunum í kraftlyftingum sem var svona aukabónus í þessu öllu saman. Ég ætlaði mér Evrópumeistaratitilinn en það var kannski ekki aðalmarkmið að vinna allar greinar og með 2 Evrópumet í hnébeygju og samanlögðu árangri. Og svo náttúrulega í kjölfarið var ég í kjöri íþróttamanns ársins í topp 10 og var þar 3. í kjörinu sem var líka hápunktur. Þannig að já, þeir hafa verið ansi margir, myndi ég segja. Margir toppar? Já, margir toppir. Það er erfitt að velja kannski einn aðaltopp. Já. Hvernig tilfinningin að vera í öðru sæti heimslistans? Heyrðu, það er skrítin tilfinning og líka bara hvað það hefur gerst hratt sko, bara, hvað maður segja, fyrir ári síðan eða rauninu bara fyrir nokkrum mánuðum síðan vissu kannski ekkert margir hver ég var innan kraftlyftingaheimsins erlendis og svo ég allt í einu komin í annað sætið á heimslistanum fyrir síðasta ár sem er náttúrulega bara magnað að vera komin bara í topp elítuna í íþróttinni. Það er magnað. Já. Svona í lokin, hver eru þá svona markmiðin fyrir 2022? Já, ég hef þurft að vera svolítið lengi svona bara að melta þannan árangur fyrir 2021. Þetta var bara, það gekk svo vonum framar og ákvað að taka mig núna svona smá bara pásu og smá keppnisfrí. Hún verður reyndar ekkert mjög löng og bara svona aðeins að byggja mig upp aftur og hvíla mig eftir þetta keppnistímabil og svona að melta með mér hvaða markmið ég á að setja mig fyrir þetta keppnisár og svona allavega eitt draumamarkmið það að ná samanlögðum árangri yfir 600 kíló. Ég veit ekki hvað það segir fólki mikið en ég á núna 560 kíló í samanlögðum árangri og 600 eitthvað svona tala sem ég horfi til og þá þarf náttúrulega bara að hækka árangurinn tölurnar í öllum greinunum 3 til að ná þessum samanlögða árangri og nú þegar hafa 2 konur í heiminum náð að rjúfa 600 kíló á múrinn í mínum þyngdarflokki. Það svo sem efst á heimslistunum og önnur sem ekki lengur það hefur ekki verið að keppa á þessu ári og ekki lengur í þyngdarflokknum. Þannig að það þá allavega svona markmið að vera 3. í heiminum að ná að rjúfa þann múr. Ég held bara geggja markmið sko. Nei, það ekki. Jú. En bara, ég held að segja bara fyrir hönd Skagamanna að við erum stolt að hafa þig og
bara aftur til hamingju. Takk fyrir.